Hæ. Í dag, með vindinn hérna fyrir utan sem undirspil undir videobloggi mitt, ætlum við að svara stórri spurningu. Brand. Hvað er það? Þú hefur ábyggilega heyrt talað um brand og mjög margir sem að heyra talað um brand og þekkja ekki til hugsa ábyggilega, já, þetta er bara eitthvað svona fyrir svona einhver stór fyrirtæki og þú veist, þetta er eitthvað svona bara, það er ekkert sem ég þarf að pæla. Það er alls ekki svo. Brand er eitt öflugasta markaðstólið fyrir lítil fyrirtæki og við höfum að fjalla meira um það síðar. En í dag ætlum við bara að tryggja það að við séum öll á sömu blaðsíðu með það hvað það er. Fyrst eitt um það hvað brand er ekki. Brand er ekki logo. Og það er einmitt þetta sem ég talaði um í síðustu viku þegar ég bað íslensku unnendurna að fyrirgefa mér að nota orðið brand, að það er það að orðið vörumerki á íslensku, það er logo og ef við notum orðið vörumerki brand, að þá er svo mikil hætta á því að við takmörkum hugtækið og fólk ná ekki alveg að skynja það hvað brand næri yfir mikið meira heldur en bara logoið. Brand er í rauninni allt það sem að kemur upp í huga fólks og allar þær tilfinningar sem vakna hjá þeim þegar að þau hugsa eitthvað vörumerki. Hvort sem að vörumerkið ert þú, hvort sem að vörumerkið er varan þín, þjónustæðin eða fyrirtækið þitt, að þá er brandið þessi hugræna og tilfinningarlega mynd fólks af því. Bara það sem poppar upp í hugan hjá þeim. Og þannig er lykilatriði. Brand er það sem er í hugum annara. Brand er það sem að fólki þarna úti segir að sé, ekki það sem að fyrirtæki segir að sé. Ekki það sem að þú sjálfur segir að sé. Ég þarf til dæmis, ég gæti ekki staðið hérna og sagt við ykkur, já, brandið mitt er svona. Ég get sagt ykkur hvernig ég vil að það sé, en ef ég ætla að segja ykkur hvernig það er, þá þarf ég fyrst að fara út og tala við fullt af fólki til þess að fá mynd af því hvernig fólk sér mig og hvaða tilfinningar ég vek upp. Brandið er ástæðan fyrir því að við kaupum ekki bara hvaða tölvu sem eða íþróttadri, skó eða til dæmis kóladrykk. Þetta brand er ástæðan fyrir því að þegar við kaupum tölvu þá kaupum við til dæmis Apple eða Dell eða HP eða hvað sem það er annað. Og ef við erum að kaupa okkur íþróttaskó þá kaupum við Nike eða Puma eða Adidas. Og þegar við kaupum okkur hennan blessaða svarta koffíndrykk þá erum við að kaupa okkur yfirleitt Coke eða Pepsi. Þessi brönd eru svo miklu meira heldur en bara þessi vara sem við erum að kaupa. Þetta er alveg heill heimur í kringum við, heill heimur í hugum fólks og hjörtum. Og brönd eru gríðarlega mikils virði. Hérna getið þið sé verðmætustu bröndin í árlegri könnun sem að brandingsstofan Interbrand gerir. Og þetta sýnir verðmæti bara brandsins, bara þessar huglægu og tilfinningulegu myndar fólks af vörumerkinu. Ekki neins annars í fyrirtækinu. Það er ekki verið að taka inn í þarna verksmiðjur eða efni eða fastar eignir eða eitt annað þess að það. Bara verðmæti brandsins. Og þannig að sjá að þetta er talið í milljónum og biljónum. Og þetta brand er það sem að þýðir það að þessi fyrirtæki geta rukkað meira, þau hafa trygga kaupendur sem að velja þessi vörumerki og þessi brand og velja að kaupa þetta frekar heldur en eitthvað annað á sama markaði. Að byggja upp brand, það þarf ekki að kosta peninga. Þetta er miklu meiri bara svona, svo í sletti, svolítið bara groundwork. Þetta þýðir það að leggja í það, að pæla í þessu, hvernig þú vilt að fólk sjáu þig og hvernig þú átt síðan að gera það. Og brand er markaðstól sem að lítil fyrirtæki og stór fyrirtæki, öll fyrirtæki eiga gjörsamlega nýta sér í botn af því að þau gera allt markaðsstarfið miklu áhrifaríkara. Al Ries, sem við kynntumst í síðustu viku þegar við vorum aðeins að byrja að tala um branding, að hann var einhvern tímann spurður hvaða sérstöku reglur giltu lítil fyrirtæki og markaðssetningu. Og hann sagði að það væri 2 reglur. Í fyrsta lagi, hugsaði stórt. Ekki hugsa ég er lítið fyrirtæki og fara inn í markaðssetninguna með því hugafari. Þannig að þá ertu að takmarka þig og hugsa hlutina strax á þann hátt að þeir verði ekki eins áhrifaríkir. Regla númer 2 var fylgdu lögmálum markaðsfræðinnar. Og Al Ries væri fyrsti maðurinn til að segja ykkur það að kjarna lögmál markaðsfræðinnar er að brandið er kjarnin í markaðsstarfinu.
Seth Godin annar rosalega flottur svona markaðshugsuður og fyrir ykkur sem fyrir þig sem ert að reka lítið fyrirtæki væntanlega þá mæli ég með því að þú kynnir þér hann talar markaðsmál á mannamáli og það spennandi að segja frá því að hann að koma til landsins núna í lok nóvember og verður með fyrirlestur í Háskólabíó og þið getur farið inn á imark.is og kynnt ykkur það. Hann segir: lítil fyrirtæki lenda oft í vandræðum þegar eigendurnir taka sér ekki tíma strax í byrjun til að skilja og byggja upp sérsniðið brand. Lítil fyrirtæki verða stærri þegar að markaðsstarfið þeirra finnur rétta tónin. Þau deyja þegar þau berjast í ykkur meðalmennsku. Og svo segir hann, og tekur ansi stórt til orða, en ég alveg að kaupa þetta hjá honum: ef þú byggir brandið þitt upp á réttan hátt, þá þarftu ekki að eyða meiru fé í markaðssetningu. Ansi stór staðhæfing. Þannig að þetta í mjög stuttu og einfaldamáli hvað brand. Hérna fyrir neðan getið sér skilgreiningar á brandi frá ýmsum aðilum úr ýmsum áttum og endilega kíkja á það og ég held að þið verðið sammála mér þegar í því að segja að þarna eru margir aðilar að orða sama hlutin á mismunandi hátt. Í næstu viku ætlum við síðan að skoða hvað felst í branding, það að segja sögninni, að branda. Íslensku unnendur ekki hengja mig guðanabænum. Hvað felst í því að búa þetta brand til? Aðeins að skoða það betur næst. Sjáumst það.